Góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru í sal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til fundar bæjarstjórnar númer 252 og segi hann settan. Hér í dagskrá í dag eru margir 21 liður en einungis 2 fundargerðir. Það fundargerð bæjarráðs númer 577 og fundargerð félagsmálanefndar númer 112. Þetta kristallar því að við erum að snúa fundartíman bæjarstjórnar einhvers á rétt ról, semst 1. og 3. og 5. dag í mánuði og einungis líður hér vika milli funda. Hér svo undir liðnum almenn mál eru reglur um niðurgreiðslu starfsmannafjárhagbyggðar, reglur um styrki til stjórnmálaflokka, reglur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks, reglur um sérstakan húsnæðisstuðning, reglur um styrki til náms- og verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks, siðareglur fjölskyldusviðs, reglur um þjónustíma fyrir aldraða, Breiðablik, reglur um stuðningsfjölskyldu fatlaðra barna, reglur um útivistarþjálfun barna, reglur um fjárhagsaðstoð, reglur um birtingu gagna með fundargerðum. Þetta eru allt saman reglur sem eru hér komin inn frá viðeigandi nefndum vegna sameiningar. Í þessum reglum ekki stórar efnislega breytingar á þeim reglum sem voru í gildi við sveitarfélagið Fjarðabyggð, heldur búið að þetta svona seinni, ekki verða svona síðustu skömmtum okkar sem við ætlum að fara í gegnum í tengslu við sameiningu. Að samræma eftir sameiningu Fjarðabyggðar og Breiddar sem við þekkjum hér. Síðan eru samþykktir og síðar umræður leið og í kynni þær. Þá óska eftir því við bæjarstjórn munu óska eftir því við 4 liði hér eftir að þeim verði vísað milli umræðna, verði ekki teknir til síðar umræðu, vísað til eignaskipulags- og umhverfisnefndar 9 til frekari vinnslu, það umsagnir og fleira sem þarf að taka tillit til. En það samþykktir sem við munum taka síðar umræðu í dag samþykkt meðhöndlun úrgangs og samþykkt fráeitur. Síðan verða samþykkt umgengni og þrifn og utanhús, hundahald, kattahald og önnur dýr og fiðurfé. Við óskaði því hér eftir að vísa þeim, taka þær ekkert í síðan að vísa þeim tilbaka eignaskipulags- og umhverfisnefnd sem hefur verið með málaflokka sem þarf að vinna aðeins betur í þeim í tengslum umsagnir frá heilbrigðiseftirliti og fleira. Þannig að þær koma svo aftur hér bara til síðar umræðu þá, öllu líkindum á næsta fund eða það næsta fund. Síðan hafnarreglugerð, það síðar umræða, var kynnt hér síðast og síðan samþykkt útbænráð Fjarðabyggðar sem síðar umræði. Þannig að þá göngum við til dagskrár bæjarstjórnar og byrjum hér á fundargerð bæjarráðs númer 577 og orðið laust hana. Eydís Ásbjörnsdóttir kveðsljóðs gerði svo leitis. Forseti, bæjarstjóri, ágætur bæjarfulltrúar. Aðeins að hlaupa yfir nokkra liði í fundargerð bæjarráðs númer 577. Það er fyrsti liður fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2019 en fram var lögð til að fjármálastjóra að úthlutun á römmum fyrir árið 2019 og var fjárhagsrömmum vísað til fastanefnda í fjárhagsætlunar vinnuna. Liður 5, málefni sköpunarmiðstöðvarinnar. Fulltrúar sköpunarmiðstöðvarinnar Rósa Valtíngoer og Una Björk Sigurðardóttir mættu á fund bæjarráðs og fóru yfir rekstur sköpunarmiðstöðvarinnar og framtíðarplön þeirra starfsemina þar. Liður 6, það er aðalfundur Sambands sveitarfélaga Austurlandi en aðalfundur SSA fer fram á Hallormsstað núna í ár og hann hefst á morgun og fram á laugardag. Og fleira það ég ekki að koma inn á. Takk fyrir. Þakka þér Eydís. Þá bara kveða mér östuð hljóðs hér undir fundargerð bæjarráðs og fór maður að fara ágætlega yfir. Aðeins bara út af lið 20. Sem sagt, við höfum verið að vinna í að fara yfir svona umhald og umfang ljósleiðarlagningar í Breiddal sem við þekkja. Við sem sagt ganga frá samningum og síðan náttúrulega bara leyfisveitingum og fleira sem var átt eftir að ljúka. Þannig að þarna fór bæjarráð aðeins yfir þessa málaflokk og fól bæjarstjóri að ljúka samningi verktaka. Þannig að nú fer að við höldum áfram þessari lagningu og verður nú örugglega kynnt hér með frekari hætti en þannig bara vekja athygli á því að það er verkefni að halda áfram. Svo náttúrulega bara skefum fram, þetta er bara svo
eins og Rolling Stones komin á tónleikaferð, við erum að fara á sambandsfund sveitafélag á Austurlandi á morgun, þannig að þar vonandi gefst okkur tækifæri til þess að ræða ýmis mál með nágrunum okkur hér í kring og vonandi ná góðum lendingum í þeim öllum. En fleiri sem ekki koma inn á vilja fleiri kveðs ljós undir fundargerð bæjarráðs. Svo virðist ekki verið, ég ber henni eftir samþykkt þess hann saðingjafnskeiði merki, hún saðið með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð félagsmálanefndar nr. 112, orðið laust hana, vill einhver kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki verið, ég ber henni eftir samþykkt þess hann saðingjafnskeiði merki, hún saðið með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og eins og ég kynnti hér rétt áðan í upphæði fundar, þá hér reglur sem að koma frá viðandi nefndum og ráðum sem hafa tekið breytingum á þýleiti til í tengslu með sameiningu Fjarðabyggðar og Breiðdals. Ég held ég geti sagt nokkurn veginn í þessum reglum sé ekki víðtækar aðrar efnislega breytingar frá það sem fyrir var í Fjarðabyggð og í Breiðdalshreppi einnig heldur aðalögun á þeim. Og það fyrst reglur um niðurgreiðslu á ferðum starfsmanna Fjarðabyggðar með skipulögðum samgöngum. Það eru hér lagðar fram til umræðu og atkvæðagreiðslu, vill einhver þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber það eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá næstu reglur um styrki til stjórnmálaflokka. Það eru lagðar hér sömuleiðis fram, ekki með breytingum öðrum en þeim sem áður kvaðum, vill einhver þessi hljóðs þær reglur. Svo virðist ekki vera, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Síðan eru reglur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Það eru hér sömuleiðis til umræðu og atkvæðagreiðslu. Engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá næstu reglur um sérstakann húsnæðisstuðning og rétt að taka fram að þessar reglur að koma frá félagsmálanefnd. Það eru hér orðið laust þessar reglur. Engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá það sömuleiðis á félagsmálanefnd reglur um styrki til náms og verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks. Orðið laust, engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá næst siðareglur fjölskyldusviðs, orðið laust þær. Engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá það reglur um þjónustíbúða fyrir aldraða, hvað varðar Breiðablik í Neskaupstað, orðið laust þær. Engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá það reglur um stuðningsfjölskyldur fatlaðra barna. Undir því var einnig framlagt minnisblað félagsmálastjóra og endurskoða þessar reglur. Tengsl við sameiningu, orðið laust þær. Engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá það reglur um útivistartíma barna, orðið laust þær. Engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá það reglur um fjárhagsaðstoð og undir þeim einnig minnisblað félagsmálastjóra, orðið laust þær. Engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá það reglur um birtingu gagna með fundargerðum, kom frá stjórnsýslu Fjarðabyggðar, orðið laust þær. Engin kveða sér hljóðs, það eru borðnar upp og samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum komin síðari umræður sem eru nokkrar, munum ekki alla fara fram hér í dag, en byrjum samt á þeirri fyrstu sem samþykkt meðhöndlun úrgangs, síðari umræða, orðið laust, engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, samþykkt meðhöndlun úrgangs samþykkt. Þá það 9 atkvæðum, þá það rétt og munið eftir að greiða atkvæði með hægri hendi. Síðan samþykkt fráveitur, síðari umræða, orðið laust, engin kveða sér hljóðs, ég ber hann upp til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kem ég hér að lið sem heitir samþykkt umgengni og þrifnað utan hús, eins og ég kynnti áðan, hér áttu fram síðar umræða, en ég óska því við bæjarstjórn að þessi samþykkt eru send til frekari umfjöllunar inn í eignarskipulags- og umhverfisnefnd í tengslum við athugasemdir sem berast á milli umræðuna og þær koma hér svo aftur til síðar umræðu. Vill einhver þessi hljóðs það, svo virðist ekki verið ber eftir samþykktar, það samþykkt með 9 atkvæðum að vísa þessum sem samþykkt aftur til eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Það það saman með samþykkt hundahald. Óskættir að síðar umræða fara ekki fram og henni verið vísað tilbaka. Engin kveða sér hljóðs, ég ber það eftir samþykktar, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það samþykkt kattahald og önnur dýr. Sömuleiðis óskættir að síðar umræða verið frestað og samþykktir fara tilbaka. Orðið laust, engin kveða sér hljóðs, ég ber eftir samþykktar, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það samþykkt fiðurfé sem til reglulega gott að sé skoðuð vel, en það tímamóta samþykkt. Það óskættir að síðar umræða verið frestað og samþykktin verið tekin til frekari vinnslu. Orðið laust, engin kveða sér hljóðs, ég ber það til samþykktar, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá aftur komin síðar umræður reglugerðir sem að ljúka
hér og það er hafnarreglugerð. Engar efnislega breytingar var orðið frá fyrri umræðu sem kynntar voru þá á þeim breytingum sem gerða voru bæði með sameiningu við Breiðdal og eins líka breytingar aðeins á fyrirkomulagi höfnum, mengun og fleira. Orðið er laust, einhverjus ljós, ég ber þessi saðindu til samþykktar. Hún er saðin með 9 atkvæðum, hefur þar leiðandi lotið gildi hérna. Þá er næst samþykkt ungmennaráð Fjarðabyggðar. Sömuleiðis síðar umræða, fyrr umræða fór hér fram á síðasta fundi. Orðið er laust, engin hversu ljós, ég ber samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Ágætu bæjarfulltrúar, þá var þessum snaggarlega fundi bæjarstjórnar lokið, sem hefur svona sérstakann brag, vegna þess að hér eru fáar fundagerðir til umfjöllunar sem gefur að skilja. Næsti fundur bæjarstjórnar er 20. september. Þar verður örugglega örlítið stærri dagskrá og viðameiri. Þannig að ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi slitið.